þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig við framkvæmum ANOVA-próf. ANOVA gengur út á það að bera saman meðaltöl og mun á meðaltölum. Hér í þessu tilfelli þá erum við með einstaklingar sem hafa tekið 4 próf og við ætlum að kanna munin á meðaltölunum á einkunnum í þessum fögum. Og það gerum við einfallega bara með því að nota Data Analysis viðbótina. Förum hér í Data Analysis, veljum ANOVA Single Factor, það er einföld gerð af ANOVA prófi, segjum OK, veljum það sem við ætlum að setja inn í prófið, sem eru alla greinarnar. Við gætum líka valið að bera bara saman einkunnir í stærðfræði og efnafræði eða þýsku og íslensku, en við ætlum að bera allt saman. Veljum hérna Labels in First Row, svo við höfum fyrirsagninnar með. Þetta er grúpað eftir columns. Ef við værum að bera saman mun milli einstaklingana hérna, þá myndum við velja rows og alfa gildið, það eru sérst marktæktarmörkin okkar og þau eru yfirleitt alltaf við 0,05. Outputið viljum við hafa bara hér við hliðina og ítum á OK. Þá fáum við útreikning á ANOVA prófi. Hér erum við með hópana, meðaltölin og dreifnina innan hópa. Byrjum á því að túlka það. Sjáum við hérna í stærðfræði, þá er meðaleinkunnin 6,5, í þýsku er hún 5,8 og í efnafræði 6,2 og í íslensku 6,2. Við skulum fækka þessum aukastöfum hérna, svona, og svo sjálft ANOVA prófið sem gengur út á það að segja ykkur til það hvort að þessi munur sem við sjáum hérna á einkunnunum í fögunum sé marktækur. Hann túlkum við út frá þessu p-gildi hérna, og ef að það er undir 0,05 sem að var alfa gildið sem við völdum okkur, þá er prófið marktækt. Hér er p-gildið 0,69 eða 0,7 sem er yfir 0,05, sem þýðir að þessi munur á meðaltölum á einkunnum er ekki marktækur, og það er einföld túlkun á þessu prófi.